Sort of hegemons. Yeah, let's get out of here. We tried, bro. I'm sorry. Hefur drepið minnst 22 í Líbanon í dag og kirkjusókn hefur aukist mikið. Þess að fullnægja skilyrðum verða ekki krafnir endurgreiðslu.
Geðlæknir var ráðinn á 4 mismunandi heilbrigðisstofnanir á meðan hann var til rannsóknar vegna meintra kynferðislegra samskipta við börn. Lögreglu ekki skylt að láta embætti landlæknis vita. Forsætisráðherra Íslands segir Evrópu þurfa á Bandaríkjunum að halda sem bandamanni. Guðrún Hafsteinsdóttir var í dag kjörin formaður Sjálfstæðisflokksins, fyrst kvenna. Ísraelar ætla að hindra flutning á allri neyðaraðstoð til Gaza. Úkraínuforseti segist tilbúinn í friðarviðræður undir stjórn Bandaríkjaforseta. Sólarhring eftir að Donald Trump sagðist ætla að hætta stuðningi við Úkraínumenn. Börn hafa verið vistuð oftar og lengur á lögreglustöðinni í Hafnarfirði en barna- og fjölskyldustofa hefur gefið upp. Dæmi að börn hafa verið vistuð í gluggalausum fangaklefum í allt að 6 daga. Houthi statement as pro-Palestinian march takes place in Yemen. They reiterated their commitment to mobilizing millions in support of Palestinians through various events and demonstrations. Ásthildur Lóa Þórsdóttir, barnamálaráðherra, hefur ákveðið að segja af sér sem ráðherra. Ísraelsher hefur drepið 200 börn á Gaza á aðeins 3 sólarhringum. Íslendingar verða framvegis algjörlega háðir innflutningi á hveiti. Dómsmálaráðherra segir auknar rannsóknarheimildir lögreglu vera nauðsynlegar. Fullyrðingar Ísraelshers virðast upplognar. Allar árásir eru einum og margar í sjálfu sér. Gervigreind ógnar mannréttindum í heiminum og fátækt og ójöfnuður hefur aukist. Íslenski Eurovision-hópurinn var kvaddur með lúðraþyr. Ísraelsmenn ætla að stórauka hernað sinn á Gaza. Berklar halda áfram að greinast meðal heimilislausra og oft flókið að rekja smitt. Ísraelsher hóf stórskotahríð á Gaza í morgun og enn lokað fyrir alla neyðaraðstoð. Framferði hersins jafngildir þjóðernishreinsunum, segja Sameinuðu þjóðirnar. Vesturlönd væru búin að stöðva þetta ef þau vildu. Hægt gengur að koma hjálpargögnum til Gaza vegna hindrana af hálfu Ísraelsmanna. Forsætisráðherra Íslands segir að það verði ekki gripið til aðgerða gegn Ísrael. Hallærbylting var gerð í Sósíalistaflokknum á aðalfundi flokksins í dag. Troðningur myndaðist við matarúthlutun umdeildra mannúðarsamtaka sem hófst á Gaza í dag. Ísraelshers skipti á skotum nærri mannfjöldanum. Hver vísar á annan stöðu vara ríkissaksóknara. Margir sem keyptu í nýliðnu útboði í Íslandsbanka hafa selt bréfin með mjög góðum hagnaði. Tónleikagestir óttuðust virki sitt í hættulegum troðningi sem myndaðist á tónleikum FM 95 Blu í gær. Ísraelsher hefur drepið 200 blaðamenn á Gaza. Mótmælaalda breiðist út Bandaríkin. Stjórnvöld segist ekki hrædd við að ganga lengra í það. Og við getum ekki látið sem ekkert sé. 2 þingmenn demókrata voru skotnir á heimilum sínum í nótt. Það vantar aðhald frá vinstri. Stelpum í iðnnámi gengur verra að fá samning. Leiðtogar aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins ákváðu í dag að stórauka framlög. Forsætisráðherra segist sátt. Dreifingu hjálpargagna á Gaza vera slátrun. Evrópa hitnar 2 sinnum hraðar en heimurinn að meðaltali, segir loftslagssérfræðingur. Íslenska þjóðin var að eignast óperu. Það góðæri í landinu, það engin hallar eða ekkert vesen. Hætta á að á Íslandi myndist kynslóð fólk sem festist á leigumarkaði aldur og ævi. Ferðaráður Reykjavíkurborgar segir ámælisvert að framtíðarsýn skorti fyrir flóttafólk á Íslandi. Tilkoma hópa eins og Skjöldur Íslands sýningarmynd þess að hægri öfgahyggja sé að grafa sig í samfélaginu. Mikill meirihluti íbúa á Bifröst eru flóttamenn frá Úkraínu. Það eru skammtíma lausn orðin að langtímaúrræði. 500.000 Svía óttast að enginn komi í jarðarförina þeirra. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu dreifði falsæðum myndum. Merkingar á viðvörunarskiltum en í Reynisfjöru séu villandi. Þúsundir manna í Darfúr héraði í Súdan hafa ekkert að borða og ekkert lát er á borgarastyrjöld í landinu. Hvert og eitt slys óásættanlegt en þau eru ekki fleiri en áður. 2 ferðamenn hafa látist af slysförum á viku. Okkur er Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra. Þorgerður, þú skrifar undir yfirlýsinguna með 7 öðrum þjóðum. Fylgja yfirlýsingunni einhverjar aðgerðir? Já, ég skrifaði undir þetta og ég hef sagt það áður. Neyðarástand ríkir í krabbameinsmeðferð hér á landi. Ítrekuð strókulaxaslys geta útrýmt íslenskum laxastofnum. 21 var drepinn, þar af 4 börn í einni mannskæðustu árás sem Rússar hafa gert á Kiev í Úkraínu. Mér bara bregður pínlítið að sjá þingmann tala með þessum hætti. Það er engin hugmyndafræði að vilja fá að vera í friði með það og fá að njóta sömu réttinda og allir aðrir. Sjálfsvígur er helsta dánarorsök ungs fólks á Íslandi. Atvinnurekendur í Ármúla mótmæla að konukvót fái þar atkvæði. Það er ekkert nema leiðindi í hrettunum. Miðstjórn ASÍ skorar á ríkisstjórnina að láta aðra en atvinnulausa greiða fyrir sparnaðartillögur hennar. Hafstraumakerfið við Ísland gæti hrunið og meðalhiti lækkað 2 til 3 gráður ef ekki verður dregið úr losun gróðurhúsalofttegunda á næstu árum. Fararstjóri segist skammast sín. Þingmenn eru sammála að bregðast þurfi við umfangsmikilli starfsemi erlendra veðmálasýna.
en koma sér ekki saman hvernig. 400 leikskólapláss í Reykjavík ekki hægt að nýta vegna myglu, raka eða grunnsemsli. 100 missa vinnuna við gjaldþrot flugfélagsins Play. Fangi í geðrofi var hafður í einangrun mánuðum saman og fékk ekki nauðsynlega læknisaðstoð. Palestínumenn á Gaza hafa mist allt nema vonina frið. Ekkert hefur heyrst frá tónlistarkonunni Möggustínu eftir að hún var tekin af ísraelska sjóhernum í nótt. Eftir margra mánaða skort á mat, vatni, lyfjum og öðrum nauðsynjum hefur flutningabílum loks verið hleypt inn á Gaza. Thank you, President Xi. I also want to convey my sincere appreciation for the brave commitments that you have made as a male head of state to the agenda of women and gender equality and gender balance. This is very important. Yfir 30 fjallu í loftárásum Ísraelshers í dag og herinn hefur stöðvað neyðaraðstoð til íbúa Gaza. Íslendingar eyða 36 milljörðum á ólöglegum veðmálasíðum á þessu ári. Mikil hækkun á gjöldum fyrir sorphirðu og förgun. Stjórnvöld hafa í síðastliðin 20 ár sofið þyrnurósarsveit. Ríkislögreglustjóri keypti gardínur fyrir nærri 160 milljónir króna. Ríkislögreglustjóri hefur óskað eftir að ríkisendurskoðandi fari yfir fjármálastofnunarinnar og velja sorgflokkunar í lát. Yfir 20 milljónir manna þjást af hungri í Súdan. Dick Cheney látinn. Ríkisstjórnin með plan. Landspítali hefur verið á hæsta viðbragði í heilt ár. Barátta gegn transfólki nýtt til að grafa undan réttindum annarra minnihlutahópa. Réttindi transfólks gangi ekki á réttindi kvenna. Umfang meintra mútugreiðslna Samherja í Namibíu var tvöfalt meira en áður var talið. Bandaríkjaher hefur sent stærsta flugmóðurskip heims í átt að Venesúela. Fólk með fötlun bindur vonir við að lífskjörðis batni. Engin samstaða náðist í loka áætlun loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna. Rúmlega 80 ríki kölluðu eftir slíkri áætlun. Yfir 30 hljómsveitir verða heimilislausar. Þjálfun gervigreindar með verkum listamanna, stærsta hugverkaþjófnað allra tíma. How they can use Iceland as a platform here in the high north, and we look upon that as positively because this strengthens our position where we can be sort of hegemons or leaders in this part of the world, right? Sín hættir að senda út sjónvarpsfréttir. Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns sigraði í fyrstu formannskosningu Pírata. Það margt sem á eftir að skýrast á næstu viku. Landspítalinn gerir íslensku kunnáttus að skyldu. 45% matvæla sem Íslendingar neyta hafa slæm áhrif á öll líffæri. Hvað klukkan? Ekki einföld spurning þegar Ísrael fær að taka þátt í Eurovision. Innviðaráðherra segir nóg að hafa lesið útdrátti áður en hann tók ákvörðun. Íslensk börn voru getin með sæði. Hvar dyravörðurinn í partíinu? Það þarf að setja þessum tudda einhver mörk. Árásir og lögreglumenn hafa aldrei verið fleiri. Jólamaturinn kostar meira í ár. Forseti Bandaríkjanna byrjaði að stunda sjórán og boða landhernað í Venesúela. Landspítali stendur frammi fyrir alltaf 4 milljarða hagræðingarkröfu. Traust almennings til þjóðkirkjunnar rýkur upp og ánægja með starf biskups hefur ekki verið meiri í yfir 20 ár. Auglýsingatekjur RÚV renna að hluta til einkarekinna miðla. Heildarkostnaður við smiðju nýtt hús Alþingis nemur rúmlega 5,5 milljarðar. Kostnaður við framleiðaráætlun. You know why? Because your behavior reflects your real opinions, and the shit coming out of your mouth reflects the person that you wish you were.